Já, velkomin að Rauða borðinu klukkan 8 á miðvikudagskvöldi. Hér hafa vanalega verið sagðar fréttir, það er ekki, ég hef nú verið að benda á það að það er út af breytt reglunum stuðning ríkisins við einkarekna fjölmiðla og það bendir til þess að við verðum utan garðs. En við höfum enga fréttir en við höfum enga fréttamenn, Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Ég var þetta að kalla ykkur sérfræðinga því að þannig er á Íslandi í dag að nú er öll þjóðin sérfræðingar í handbolta og þar með þið. Já. Og góð vika til þess að vera handboltafréttamaður, Sigurjón. Núna, akkurat í augnablikinu. Þetta er fínt, sko. Já, ég ætlaði nefnilega að fá sérfræðing til að tala um þetta á morgun, sko. En það er annar mál. Hérna, þetta var alveg stórkostlegur leikur í dag. Já, bara öllum draumum, óskum og þrám svara þetta kviknar í gærkvöldi þegar munar nokkrum sentimetrum að sænski markmaðurinn er ekki að sigra fyrir Svía. Sá andskoti sem hefur oft reynst okkur erfiður. Heldur betur og allt umturnast á einni nóttu eða bara einni sekundu og maður hélt að þetta væri bara í eigin brjósti en svo eru þeir búin að tala um að strákarnir úti að það bara breytist allt og þeim líka. Þeir voru svo fegnir líflínunni. Ég veit ekki, sko. En svo náttúrulega gerist þetta ekki nema þarna í seinni hálfleik. Nei. Voru Slóvenar með það sem að hét á Íslandi eins og slæmikablinn. Já, ég veit ekki. Allt í einu erum við bara komið 6 mörk yfir og svo 8 mörk yfir. Sko besti kablinn okkar í seinni hálfleik. Hann kom á tíma þegar stundum er vondi kablinn. Er þetta ekki okkar tími bara? Fyrir helmingur seinni hálfleiks. Þeir voru svo innbyttir í þetta sko, fagnaðalætin og... En voru þau samt eitthvað smeykir í leikli að við myndum vinna þetta? Þetta var mjög skrítið, sko. Hvað klúðru við mörgum dauðaferðum þarna? 7. Þeir vörðu ágætlega við lítið. Þeir mistu bolta 9 sinnum, en samt var bara 2 marka munur. Þetta er mjög skrítið með þessi fyrirhálfleikur. Já, en mér fannst sérstaka sérfræðingar til að greina hann. Já, en mér fannst þetta aldrei að hættu. Fannst þér ekki? Nei, og ég vissi þetta strax í gærkvöldi. Það var ekki tilfinning það að vissa. Af því að þetta er svo rosaleg gjöf, eins og Ólafur Stefánsson orðaði það í dag. Þetta er svo mikil gjöf. Við erum akkurat landið til þess að þiggja þessa gjöf með mikla ástríði í hjarta. Það nefnir hann eins og fólk sem hefur fengið lífgjöf. Það þykir oft vænna lífið og eftir. Þetta hefur verið þannig auðvitað. Þetta var nánast þannig, sko. Þetta var svo stórt. Já, þetta var stórkostlegt og margir leikmenn okkar sem bara voru virkilega góðir. Já, mjög margir. Ímir og Elliði í vörninni. Það var alveg bara geggja, sko. Og svo náttúrulega þessi frábæri leikmenn, þessi Gísli Þorgeir Kristjánsson. Og ekki gleyma Óðunni. Ég gleyma þegar hann hleypur tilbaka, hann horfir upp í skaran og hvetur allt áfram. Það var frábært. Mér fannst fallegt þegar Óli sagði Gísla áðan í beinni útsendingu á RÚV að Gísli væri besti leikmaður sem íslenskt landslið hefði nokkru sinni haft yfir að skipa. Hver sagði þetta? Ólafur Stefánsson. Já, hann bara horfði beint í augun á Gísla og sagði ég hef enga spurningar fyrir þig núna vinnur, ég ætla bara að segja þér eitt, þú ert besti leikmaður sem að Ísland hefur alið af sér. Hann hefur nú verið glaður að heyra þetta frá þessum. Já, hann hafa líka alveg auðmjúkur, já, þakkaði fyrir. Það eru mörg tára augnablikin í þessu núna. Hann er svo öðru vísi leikmaður, hann getur dregið 3 varnarmenn með sér og hornamanni það bara einan eftir út í horninu og svo kemur hann hefur alveg ótrúlega hvernig hann hamast á hans að vera þreyttur. Já, þetta er gaman að þessu. Þetta er langt síðan þetta var gerst, sko. Já, 16 ár. 16 ár? Já. Þá var það heimsmeistaramótið eða eitthvað. Ég man ekki hvort það var Ólympíuleikar 2008. Það sem Snorri var nú vill þannig til að ég man eitt. Snorri var kjörinn maður keppninar það ár, hann var leikmaður keppninar og var algjör lykilmaður fyrir þessum. En ég er að fletta upp, sko, að við vorum í 3. sæti 2010 í Evrópukeppni sem var haldin í Póllandi sýnist mér. Þetta er mjög fátítt. Svo vorum við 2002 vorum við í 4. sæti í keppni sem var haldin í Svíþjóð og svo erum við með Ólympíuleikana og that's it, sko. Þannig, sko.
Ég spurði sinni Guðmund Tótt Guðmundsson þegar hann var landsliðsþjálfari að tekur leikli og svo fyrir Snorri að tala við leikmenninu leikliðinu og Guðmundi stendur bara til hliðar og ég segi, hvað akkur þá sagði hann, ef að hann að segja það sem ég ætlaði að segja, þá betur hann gera heldur ég. Það reyndar í þessum það er svona leikli þarna. Snorri gefur Gísla yfirleitt orðið í lokinu, sko. Það sem hann orðar það. Það var svipað og var hér þegar hann var. Það er sniður að sá sem einn á vellinum og stýri sókninni orðið þetta hver á að vera heldur en að þjálfarið segja því. Ef þú ert með nógu góðan leiksjörnanda sem að Snorri var, sko. Liðþjálfa. Nú fær Snorri alveg stórkostlega reynslu umfram það sem hann hefur áður haft að koma drengjunum í undanúrslit, 2 næstu leikir, þvílíki lærdómurinn, hvernig sem þeir fara. Ég manna eftir Ólympíuleikunum, þá spilaði Ólafur Stefánsson sérstaklega rullu. Þá var hann náttúrulega svo sem var með, stóð hæðst í sínu liði af hinum. Ég held hann hafi með sínu furðulega orðfæri og allt saman sem við munum alveg eftir. Þá var hann að reyna að flytja inn í hópinn sigurreynslu. Það sem að menn höfðu svona mismikla reynslu af því. Og það það sem var hans stóra afrek, held ég. En var ekki undanúrslitunum sem að við vorum allt í skrúinni og Logi Gesson kom inn og bara mark eftir mark. Sem svona hlutverk eins og Siggi Sveins var oft í þessu. Þetta svona mennið sem ekki að keyra vélina áfram. Heldur mæta bara á sviðið þegar búið að stilla upp og geta unnilegi. Bara sagt, skjóttu. Svo langar mig líka hópurinn þarf að hafa kynst sigri. Það vandinn við það að vera með hóp. Þú getur, og ég held að úrslitaleikurinn á Ólympíuleikunum var þannig að þegar við komum inn í úrslitaleiki þá vorum við ekki tilbúin í það, sko. Þá líklega alveg sama hvað fólk sagði að við höfum séns, að þá var eitthvað inn í þeim sem að það hafði engin verið á þessu svæði áður, sko. Ég kannast við það. Ég sjá við franska liðið eða danska lið. Þau eru með þetta bara inngróið hver einasti leikmaður. Margoft unnið svona fyrirbrigði. En sko, við erum núna bara með 1 tap á bakinu og sá leikur tapaðist með 1 marki einungis á móti Ungverjum. Stigið sem við héldum að væri til einskis, það reyndist nú bara gulls í gildi, algjört örlega stig. Og það sem að sko eins og leikurinn endar í dag, sjáu þið hvað episk fegurð í því að aukamennirnir, varamennirnir, Arnar sem átti vondan dag í fyrradag og það var ekki bara í gær. Jú, þetta gerir svo hratt. Þetta var í gær, það var 2 leikir í röð. Já, og svo þarna skeggjaði, hvað hann heitir? Teitur. Að þeir skora báðir. Þeir skora báðir mörk. Teitur settir inn og bara svona bara glæsið mark. Já, þetta ótrúlega stemning í liðinu núna. Herðu, svo var upp að koma á þinginu, vitið það? Að ég skildi ekki Hverjum ekki saman það? Nei. Brynjar Níelsson. Hann mættur. Já, og hann kemur því þannig fyrir að Þorgerður Katrín þarf að svara honum á meðan hún var að horfa á son sinn að hún var kölluð frá sjónvarpinu til að svara Brynjari og þá sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, þú getur kennt Brynjari Níelssyni þetta. Hann bara í... Og var þá stjórnarandstaðan móðguð út í forseta þings? Þorgerður? Nei, var stjórnarandstaðan móðguð út í forseta þings yfir að hafa sagt þetta? Nei, aldrei ekki. Hún svolítið móðgunargjöld? Hún líka móðgunargjöld. En Saga segir sko, sem ég las að hún eiginlega settist ekki sko, hún var svo spennt að sjá hvað það það að vera Íslendingur í dag, það að setjast ekki bara. Ég skil ekki bara, þegar svona þetta þjóðhátíð sko. Þeir þetta lélegt hjá Brynjari. Já, og þinginu bara, það bara stoppa þingfund þegar svona Eru talandi það var bara allstaðar verið að fella niður tíma í framhaldsskólum landsins og vinnustæðir voru bara að loka, alveg vinstri hægri. Og ég var að keyra hérna Þetta verður högg fyrir landsframleiðsluna. Já, ég var að keyra hérna á leiðinni hingað núna til þess að fara í þessa upptöku þá skutlaði ég 2 handboltadrengjum 17 og 18 ára á æfingu og þeir voru að tala hvað þetta væri stórkostlegt fyrir handboltan og fyrir alla krakkana sem eru að æfa handbolta og mér langar að segja eitt af því að ég var aðeins kynst í hvað þarf, ég þekki 2008 árgangin mjög vel og það von á mörgum landsliðsmönnum, það einhver sterkasti árgangur sem hefur komið fram og til þess að vera strákarnir okkar þá þarftu að taka
flest jólafrí, páskafrí, hluta sumafrísins og fórna þessu öllu í hverja einustu helgi meira og minna stundum spila sem barn til 11 leiki á kvöldin, það enda lögreglumál. Þú þarft að safna peningi með alls konar aðferðum. Hann má alveg segja að skólinn sé í öðru sæti hjá mörgum af þessum strákum, þeir bara og mjög snemma og allar þessar fórnir færa þessir drengir og stúlkur og bara maður má ekki gleyma því hvaða rosalega margt mikil vinna að baki og hvaða nær yfirleitt bara aftur til frumbernsku. Svo þeir eru fullorðið að það var alltaf mótin í janúar, þannig þú mátt ekki borða mikið af nóakonfetti jólin. Og svo eru þrekæfingar kannski klukkan 5 eða 6 að morgni áður en þeir fara í skólana og sko þetta er svo lýgilegt. Voru þeir þarna, ég sá fyrir mér að þú að keyra drengina. Ég sá fyrir mér að þeir var eins og gasblöðru sem hefur legið upp í þakið á bílnum. Voru þeir ekki hátt uppi í strákarnir? Þeir voru svo hátt uppi. Strákar, ég bara tárast hérna í alvöru þegar ég bara hugsa þetta. Mér finnst þetta svo stórt. Þetta er bara dásamlegt. Alveg frábært. Svo veitum við ekki alveg hvernig við keppum á föstudaginn. Nei, það skýrist í kvöldið ekki. Við veitum ekki, það verður ekki ljóst bara fyrir einhvern tímann 9, rúmlega 9 í kvöld. Eða svona fyrir 9, já 9 litið. Við hverja við erum að spila. En þetta verður Þetta verður spennandi. Já, og þá held ég að öll þjóðin verði að horfa. Já, held ég líka. Heldur að fá ekki allir frí og svona. Nema Brynjar Níelsson. Ég sá hann var eitthvað á þinga þá séu vantaði eitthvað til þess að leggja kapal því að reyna sem ég mann eftir hann á þinginu annars var hann að leggja kapal og svo var hann að tuða yfir því hann hefði greitt atkvæð með eitthvað með óbræð í munnunum en ekki þetta því. Líka þegar hann var að leysa sem forseti, hann var einn að vara forsetum og ef maður orðið þá var hann alltaf alveg við að sofna, engan á þessu en svo aftur er eitthvað annað í fréttum í dag? Ekki veit ég það. Við vorum í fréttum í dag. Við talum frá því í gærkvöldi. Við erum búin að mata alla helstu fréttameila bara á dagskrá gærkvöldsins. Við Trump var náttúrulega í fréttum og við ætlum að vera með Trump tíman eins og við erum alltaf á miðvikudögum. Nú kemur Nicole Lee Mosti sem er frá Michigan og Magnús Helgason sagnfræðingur sem lærði í Minnesota og Guðmundur Auðunsson sem lærði í Washington og Ólafur Þórn Harðarsson. Og við ætlum að tala Trump. Þetta er flott lið. Og síðan ætla þú að tala við Gísla Tryggva svona fasta þátt hjá okkur sem er lögfræðina í fréttunum. Já, og í þessum þætti í kvöld þá rifjar Gísli upp nokkra sögulega hæstaréttardóma sem eru alveg kostulegir sumir hverjir. Þannig að ég mæli með því en við erum meðal annars að ræða harkalegar handtökur fyrir norðan, handjárni við meðan dag fyrir fram að börn og eitthvað svona í svo kallega vélfagsmáli og við svona spyrjum okkur hvort það sé að koma svona meira Amerikan menning yfir framkvæmt lögreglu og því að beita vald. Þeir æsist upp eða þessi myndi frá æs. Já, það er vonað að við spyrjum. Og margt fleira, þannig að það er Gísli flottur. Ég ætla að vera með leikhús það var frumfluttur, nýr söngleikur í Þjóðleikhúsinu á laugardaginn, Ormstunga, eftir Hafstein Níelsson og Oliver Þorsteinsson, Kornunga menn, Hatt er bara 27 ára, Oliver er 30 og ég var þarna á sýningunni, það var staðið upp og klappað og maður sá það, maður finnur að stundum hvað salurinn vill gefa og Sannur var svo rosalega ánægð með þetta var ótrúlega sigur fyrir þessa drengi að hafa búið til söngleik og eru uppkvitaðir í námi bara í fyrra í listaháskólanum og þetta komið upp á svið og virkaði svona frábærlega en það var mikil fögnur með þá en ég er með báða höfundana hérna og svo kemur líka Jakob von Osterhout sem að syngur Gunnlaug og Ilmur Kristjánsdóttir kemur líka. Mjög spennandi. Og ég ætla að slá botnin í þáttinn með því að spjalla við konu sem er eini íbúinn í heiminum sem er með doktorsgráðu á hörpuleik. Dr. Harpa. Já, Dr. Harpa. En hún er líka framkvæmdastjóri Myrkra músíkdaga sem hefjast á morgun. Hún er íslensk sig? Já, hún er íslensk. Hún er Gunnhildur Einarsdóttir. Hún er systirinnar Þóru. Einar söngkonu sem að margir kannast við og hún ætlar að fara yfir hátíðina framundan og hún ætlar að ræða eins og við höfum verið að gera alla vikuna líka hlutskipti listamanna
og hérna bara mjög spennandi að heyra í henni. Það var hérna í þætti sem ég var með í gær íslenska menningu. Þá voru nú svona yngri listamennir á því að borga sig bara eiginlega ekki að pæla í peningum. Bara vítt á þetta sé bara amatúrismi. Því það að fara að reyna að lifa listinni að þú, sem kannski reynsla listamanna í gegnum aldirnar, þá selur þú kannski sálfinn á leiðinni. Það er svona. En það er eitt. Ég er ekki að segja ég er ekki að mæla með því beint, en ég er bara að benda á að það er hérna mikið rætt list og peninga. En það er eitt sem að Gunnhildur segir sem ég langar kannski til þess að nefna hér, að í Japan þá hafa þeir komast að því að það eru miklu fleiri tónlistarnemmar sem að fara í gegnum kerfið og eru frábæri tónlistarmenn heldur en þeir sem fá beint vinnu við tónlist. En japansk stórfyrirtæki, þau eru farin að skáta núna alla þá nemendur sem ekki komast beint í tónlist og þau hafa komast að því að ægin og einbeitingin og æfingin í að koma fram og það hvernig heilin fungerar í þessum hæfileikaríku krökkum eða unga fólki, hann sé gulls í gildi þannig að það farið að hausa veiða sko listamenn sem ekki náðu kannski sérstaklega í klassísku námi. Já, sérstaklega mögulega í klassísku og hérna láta leita dúksum. Langflestir eru líka í klassísku námi alltaf svona smá viðtal við dúksana og þá kemur ljósað bara dúksar í öllu en svo eru þau kannski bara í fiðluleik eða píanóleik með sko það sem kemur ægin en hér er semst ábending til íslensks atvinnulífs að hérna við getum lært að Japan í þessum hérna hefur verið í píanónámi þetta verður þátturinn kvöld, takk fyrir að koma hingað og Pétur Fjellsíða fyrir að taka upp og senda út við tók nú eitthvað upp hérna fyrir í dag líka. Og ykkur þakka ég mest sem eru að horfa og hlusta og bendi á að þið drífið þetta áfram eða þau ykkar sem hafi tekið ákvörðun að gerast áskrifendarsamstöðinni þar að fáum við afli til þess að halda samstöðinni gangandi og vonandi fáum við afli til þess að láta hana stekka í framtíðinni. Ef að þú ert löngu búin að taka ákvörðun það að slást í þennan hóp en hefur ekki látið vera að því þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is þar hnappi sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur og þú mátt borga mér þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna alls félagsskuldin í alþýðufélagið, það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta einn smá auglýsingum og svo ætlum við að kanna stöðuna á Donald Trump. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson. Ég trú á miskunnsemi. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.